Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Úr myndlist förum við í landbúnaðinn og til mín komin Guðfinna frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Velkomin. Takk. Þið eru búin að vera með fyrirlestraröð landið þar sem þið eruð að hvetja til nýsköpunar í landbúnaði, ekki satt? Jú, það er rétt. Við sem sagt fórum á stað með fyrirlestraröð seinnipartinn á síðasta sumar og erum búin að fara norðvesturhornið og núna norðaustur, austur og suðausturland með fyrirlestraröð sem við kallum Gríftu-boltann og á að hvetja fólk til þess að fara á stað með sínar hugmyndir og við kallum þetta sem sagt Gríftu-boltann, að menn fari með sína hugmynd á stað og komi sér svona stað inn í þetta stuðningskerfi sem er í kringum nýsköpun. Já, ef að fólk vil kannski einmitt breyta úr því sem það hefur verið að gera yfir í eitthvað nýtt og þú varst að segja mér áðan að hvatinn, þú segir okkur aðeins hvaðan hvatinn kemur. Hvatinn að þessu kemur upp úr afurðaverðshruni í sauðfjárrækt. Þá er svona farið að hugsa bæði hjá okkur og hjá Framleiðnisjóði landbúnaðarins sem er samstarfsaðili okkar í verkefninu. Að hvað getum við gert? Hvað getum við gert til þess að hjálpa fólki að komast yfir þennan þröskuld sem að þetta mikla afurðaverðshrun er? Að getum við hjálpa fólki til þess að ná meira út úr afurðinni sinni bara heim á bæjunum? Fara í nýsköpun sem tengist fullvinnslu á sauðfjárafurðum, til dæmis ull eða kjöti eða hvað sem það heitir, eða bara hjálpa fólki að stíga skrefið yfir í að gera eitthvað annað. Þannig að við höldum þessu fólki í sveitinni þó það stundi ekki áfram sauðfjárbúskap. Þannig að það er svona hvatinn að því við förum í þetta og fengum svo bara gott fólk með okkur. Já, og hvernig telur upp eitthvað svona dæmi fyrirlestrana? Já, við vorum svona með einn aðalfyrirlesara og þess vegna kallum við þetta kannski Gríftu-boltann að við fengum Guðmund Guðmundsson, landsliðsþjálfara í handbolta til þess að vera með svona inspirerandi erindi. Bara hvernig komum við okkur á stað, hvernig setjum við okkur markmið og þetta var algjörlega frábær fyrirlestur sem hann var með. Og síðan vorum við með á hverjum stað fólk úr svona ekki alveg heimabyggð, svona næstu byggð sem hefur farið á stað í svona verkefni og náð bara góðum árangri. Og núna til dæmis í síðustu lotu vorum við með konu frá Efstadal sem er með ferðaþjónustu fjós og selur fólki hamborgara úr eigin kjöti og ís úr eigin mjólk. Við vorum með þau í Vallanesi austur á Héraði sem eru með lífrænt bú og eru að framleiða bygg og grammeti og taka á móti gestum og selja afurðir bara beint frá bíli á staðnum. Og síðan Anna Guðnýju Harðar sem er með Breiðdalsbytta, hún framleiðir kæfur og hún framleiðir snakk úr ærkjöti. Já, viltu útskýra það? Er það bara þurrkað ærkjöt? Það er þurrkað ærkjöt. Ég er ekki nákvæm uppskrift. Hefur þú smakkað? Já, mjög gott. Eitthvað salt svona eitthvað? Já. Wow. Og hún er til dæmis búin að fara í gegnum þetta ferli á mjög svona með stuðningskerfi með sér, búin að sækja námskeið, búin að vera á alls konar fyrirlestrum, búin að leita víða fanga í svona stuðningskerfinu. Og það er svona lykillinn að held ég að ná. Það er svolítið síðan hún fór út í þessar pælingar. Já, samt svona stuttu tími frekar en hún er eins og þau öll þessi sem eru búin að vera með okkur í fyrirlestrunum að þau eru bara búin að nýta sér þann stuðning og þá hjálp alveg óbóðslega vel. Og það er kannski líka partur af þessu að gera fólki láta fólk vita að þetta sé í boði þessi stuðningur. Já, það er svona aðalatriði að fá fólk kannski á stað. Fá fólk til þess að vita að það getur komið til okkar bara að því stundum þarf bara þetta að geta sagt hugmyndina þína upphátt við eitthvað svo treystir. Við erum náttúrulega í ráðgjöf til bænda hjá Ráðgjafarmiðstöðinni á alls konar sviðum. Þannig við þekkjum fólk þekkir okkur og þess vegna kannski gott fyrir fólk að geta byrjað að koma til okkar og við getum svo vísa áfram út í svona stærra stuðningskerfið. Þetta er alveg frábært. Og það er svona hluti af þessu verkefni að þeir sem sóttu fyrirlestrana geta komið til okkar, fengi stuðning í framhaldinu, einstaklingsráðgjöf sem Framleiðnisjóður er að styrkja. Þannig að fólk getur farið á stað svona án þess að taka of mikla áhættu. Þetta kostar náttúrulega allt, þú kannski hættur í þinni sauðfjárframleiðslu og þú þarft að byrja upp á nýtt svolítið og þetta, þú þarft einhvern stuðning með þetta. En eins og með þessa Guðný, hún er áfram þá með sitt kannski fjárbú og farin að nýta það bara og gera öðruvísi. Skilur bara meira eftir heima af
virðiskeðjunni Já. að heldur en kannski þeir sem eru bara í hráefnisframleiðslu að hún þá að ná til sín stærri hluta. Og þarna ertu komið með dæmum fjárbúskap og nautgripa eða þú veist kúabú kannski. Já. Einhver fleiri hugmyndir, hvað með hænsn eða svín eða hvað eitthvað svona annað sem þú getur nefnt? Já, það eru alls konar hlutir í gangi og það takmarkast auðvitað bara á hugmyndafluginu og mikill áhugi til dæmis að þú nefnir svínin þá heilmikill áhugi í gangi núna á bara smá skala svínarækt, frjálsum svínum, svona lausagöngu og útivist, bara svona sem mótvægi kannski við þessa hefðbundnu framleiðslu. Hvað með eins og býflugur, það kannski ekki mjög arðbært en það ekki eitthvað sem að reiða sér til rúms hérna? Jú, algjörlega. Og ég heyri bara líka svona að fólk að byrja að hafa miklu meiri áhuga fyrir svona heildstæðum, vera með býflugur, vera með grænmeti, ber og svona... Vera bara svolítið sjálfbært. Já, svona sjálfbæra einingar, sko. Mér finnst það aukinn áhuga fyrir því. Það verður spennandi að fylgja því. Algjörlega. Þið eru búin að halda þessa fyrirlestra röð og nú eru þið farin að fá strax bara viðbröð, fólk strax fara að hafa samband og hefur gefið hugmynd og... Heilmikið. Við vorum norðvesturhorninu í seinnipartinu sumar, ágúst. Og fólk þar svona byrjað aðeins komið á stað og byrjað að hugsa og velta fyrir sér. Eitthvað sem að má segja frá að svo stöddu, einhverjar hugmyndir? Ég er ekki alveg tilbúin í það. Nei. En svo munið þið bæta við þarna suðvesturhorninu? Já, aldrei að vita. Við erum svona, það allt opið og við erum ekki búin að ákveða það en þá. En það væri gaman að komast hringinn, svona einhver tíma. Það ekki alltaf að gerast í dag. Í bili ætlum við allavega að reyna að halda vel utan þetta fólk sem kom núna á þessa fyrirlestra á Norðvesturlandi og Norðausturhorninu og þessi svæði eru svona valin kannski vegna þess að þau treysta mikið á sauðfjárrækt. Þannig að við fórum svona fyrst inn á þessi svæði á þeirri ástæðu. En auðvitað eru tækifæri, hugmyndir og sprotar alveg hringinn í kringum landið þannig að það væri gaman að geta klárað hringinn. Var vel sótt, var mikil þáttaka, mættu margir? Já, mjög margir. Og þetta voru svona, reyndum að vera samt svona svolítið dreift þannig að þetta eru kannski ekki of stóru hópar, þannig að fólk hefði tækifæri til að spyrja og við vorum á 6 stöðum núna í seinni hlutanum, 5 stöðum í fyrri hlutanum og þetta voru yfir 100 manns sem komu núna í seinni hlutan og sama í fyrri hlutanum. Það nú dálítið, held ég, góðar heimtur. Já, ég var mjög ánægð. Svo margir. Ég var mjög ánægð. Þetta frábært. Ég hlakka til að fá að heyra meira svona útkomuna og þú ert bara að koma aftur og segja okkur meira seinna. Já, Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel í þessu ævintýri. Já, takk fyrir það.